blóðmerarmálin. Við erum búin að vera að ræða næsta mál hér áður en það var kannski ekki akkúrat þessi vinkill. Það var ekki þessi nálgun. Og við hættum okkur ekki lengra inn í þá umræðu eins og áður hefur verið sagt. Fundur settur á aukakirkjuþingi 2022. Fyrir fundinum liggur 1 mál og við höfum bara svolítið takmarkaðan tíma. Þannig að því að þeir sem eru á prestastefnu eiga von á erindi frá Þjóðskjalasafni klukkan 10:30. Þannig að við bara byrjum og fyrir tekið, það er fyrsta mál, það er tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Og það er lagt fyrir aukakirkjuþing 2022, flutt af forsætisnefnd og framsögumaður Guðlaugur Óskarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég mun nú flytja tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Fyrsta grein. Í stað orðanna 1. maí 2022 í annarri grein starfsregla nr. 30 2021-22 breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði komi 1. janúar 2023. Önnur grein. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 öðlast gildi við birtingu. Og þessu fylgir greinargerð svohljóðandi. Á 9. fundi kirkjuþings 2021 til 2022 þann 28. mars 2022 voru samþykktar starfsreglur breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1027 frá 2007, með síðari breytingu. 30. mál kirkjuþings 2021-22. Var að ræða sameiningu Breiðabólsstaðar, Melstaðar, Skagastrandar og Þingeyraklausturs prestakalla í Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi í eitt prestakall, Húnavatnsprestakall. Starfsreglurnar voru birtar á opnum vef kirkjuþings 29. mars 2022. Þær öðlast gildi 1. maí 2022 að óbreyttu. Forseti kirkjuþings, forsætisnefnd þingsins og biskupi Íslands barst bréf frá formönnum 4 sóknarnefnda í Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi dagsettu 5. apríl 2022 vegna framangreindrar samþykktar kirkjuþings. Bréfið nú aðgengilegt í gagnaherbyggi aukakirkjuþings 2022 og því fylgir eins og þið fenguð slóð á það. Formennir telja að framangreind samþykkt sé nokkrum annmörkum háð eins og nánar skýrt í bréfinu. Forsætisnefnd kom saman 13. apríl 2022 og var erindi þá tekið fyrir. Biskup Íslands kom á fund nefndarinnar að því tilefni. Forsætisnefnd ákvað að rétt væri Vinsamlega setið á mute. Forsætisnefnd ákvað að rétt væri að kalla saman aukakirkjuþing og leggja fram breytingartillögu við starfsreglurnar þess efnis að gildistöku sameiningarinnar verði frestað til 1. janúar 2023 eða 8 mánuði. Þá verði hægt að athuga hvort mögulegt sé að bæta úr meintum framangreindum annmörkum. Biskup mun kynna málið á héraðsfundi Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmis sem gert ráð fyrir að verði 11. júní næstkomandi.
Lagt til að starfsreglur þessar öðlist gildi við birtingu á opnum vef kirkjunnar. Hér lýkur lestri greinargerðinni, en ég vil að það komi fram að það einlæg von forsætisnefndar að með því að leggja til breyttan gildistíma verði unnt að bæta úr þeim annmörkum sem heimamönnum þótt á málinu. Sá tími fæst með frestunum verði nýttur til að vinna með þeim, þar að segja heimamönnum. Einnig það von okkar í forsætisnefnd að með farsælli vinnu og lausn í þessu máli náist að skapa góðar starfsvenjur og traust við sambærilegar breytingar í framtíðinni. Forsætisnefnd leggur til að þetta nýja mál sem nú til umræðu verði afgreitt í einni umræðu í dag. Til lokið málinu. Orðið laust og lagt til að málið verði tekið fyrir með einni umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjöru svo vel að gefa merki. Einhver á móti? Það samþykkt samhljóða og því verður bara ein umræða og orðið laust. Og til máls tekur Hreiðar Örn Sóvika Stefánsson sem beðið orðið. Það ekki rétt? Nei, það var ekki. Vill einhver taka til máls? Forseti bíður ekki mjög lengi. Stefán Magnússon tekur til máls. Já, forseti. Hann ekki með hendina uppi. Hér fyrir okkur tillaga að fresta gildistöku sameiningu prestakalla í Húnavatnssýslu frá 1. maí til áramóta. Heimafólk í Húnavatnssýslu, eða hluti formanna hafa haldið því fram að þessi afgreiðsla kirkjuþings hafi ekki staðist starfsreglur sé ólögleg og vilja að þetta sé dregið tilbaka. Það sem hins vegar liggur að baki fyrst og fremst óánægja heimamanna með hvernig að þessum málum hefur staðið. Það hefur með öðrum orðum vantað samtal og útskýringar við sóknarnefndir og það ekki og hefur aldrei verið vænlegt til árangurs að senda bréf með einhvern tilskipunum hvað þá þegar þær eru óvinsælar eða íþyngjandi. Það ákvörðunin að fækkun presta í Húnavatnssýslu sem leggst verst í fólkið. Og það í eðli sínu sjálfsagt og eðlileg viðbrögð. Hins vegar mega allir vita að þar sem að þarna eru allnokkur lítil prestakvöld þá lá þetta fyrir að yrði fækkun. Viðbrögðin hefðu kannski frekar átt að vera einhver viðbrögð við því hvað kæmi þá í staðinn og hvernig væri hægt að bæta það að fækkaði með einn prest, meðal annars þá kannski með framlögum til barna- og unglingastarfs eða einhver slíkt. En það að sameina prestakvöldinni í sýslunni eitt getur ekki verið grunnur af þessari óánægju og þessum ágreiningi. Það sem ávinningur fyrir sóknirnar og sóknarbörnin mun meiri en ágallin af sameiningu prestakallana. Samkvæmt fyrirliggjandi sameiningartillögu þá hafa sóknirnar beinan aðgang að 3 prestum í stað 1 áður. Heimamenn tóku hins vegar þann pól í hæðina að standa í vegi fyrir öllum breytingum á grundvelli starfsreglu tæknilegra þátta sem að mínu mati eiga rétt á sér að sumu leyti. En ég tel það hins vegar vera óumdeilt að kirkjuþing hefur heimild til þessarar ákvörðunar sem tekin var. Og starfsreglur kirkjuþings kveða held ég á þetta að grundvallarreglurnar þar að kirkjuþing hefur æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar. Í 1. grein og í 3. grein að forseti kirkjuþings ber ábyrgð á starfsemi og rekstri þings og hefur æðsta vald í stjórnsýslu þess.
Krafa heimamanna er sem sé að máli sitt eigi tilbaka. Tillagan sem hér liggur fyrir er að fresta gildistöku þá 8 mánuði eða svo, eða til áramóta. Það má því hugsa sér og líklega og telja líklegt til að taka af allan hugsanlegan vafa að farið verði með málið aftur fram og í umsagnarferil í héraði. Kirkjuþing myndi þá samþykkja málið aftur í haust með gildistöku 1. desember eða 1. janúar. Þetta vita heimamenn fullvel og átta sig alveg á. Ég er búinn að ræða við sóknarnefndarformann þarna og það er á ljóst að þeir gera sér alveg fulla grein fyrir þessu. Niðurstaðan er þá sú að í síðasta lagi næstu áramót verður þessi tillaga samþykkt að undangenginni formlegu og vonandi hnökralausu ferli. Jafnframt er niðurstaðan sú að annars vegar fá heimamenn lakari þjónustu þar sem eftir lifir árs en að þeir gætu annars fengið með sameiningunni og hins vegar kostar þetta rekstur kirkjunnar verulega fjármuni þetta árið. Kostar hálf mánaðarlaun í 8 mánuði, hið minnsta, ef ég geng út frá því að nágrannaprestur taki þjónið þarna í stað þess sem er að láta á störfu núna. Og þetta gæti orðið miklu hærri upphæð sem svaraði ríflegum árslaunum ef fenginn verður utanaðkomandi aðili til að þjóna þarna. Og hver er þá ávinningurinn af þessari frestun? Jú, heimafólk fær þarna réttláta útrás fyrir gremju sína sem er algjörlega skiljanleg. Þetta er illa að þessu staði. Þeir segja það er ekki talað við okkur, við fáum ekki upplýsingar, engar útskýringar og það er verið að taka prest af landsbyggðinni eins og stundum áður og skerða þjónustuna. Á sama tíma á að auglýsa biskupsstöðu á Hólum nú strax þrátt fyrir að í farvatninu sé skipulagsbreytingar í biskup á prófastaskipulagi sem gæti jafnvel þýtt að vígslubiskupsembætti yrði lagt af allavega í núverandi mynd. Eða með öðrum orðum það að ráða biskup 1. september og hugsanlega segja honum upp aftur 1. janúar. Það virðist því ekki þurfa að spara þegar æðstu stöðurnar er annars vegar bara grassrútastarfi. Þetta er svona sjónarmiðin sem eru uppi. Að þessu leyti skil ég afstöðu og gremju Húnvetninga vel þegar horft er að þennan samanburð. Ég minni jafnframt á að löggjafarnefnd Kirkjuþings lagði fram tillöguna stóru sameiningu Húnavatnssýslu með 3 prestum ályktaði jafnframt að fresta bæri auglýsingu vígslubiskupsembættis á Hólum þar til fyrirlagi ákvörðun framtíðarskipulag þessara mála. Að fresta gildistöku er því bæði tap fyrir heimamenn í Húnavatnssýslum sem og yfirstjórn kirkjunnar. Niðurstaðan er að embætti biskups þarf að vanda mun betur samskipti sínum við sóknarnefndir og gera mál þannig úr garði að fara ekki alltaf hreint í leiðinda farveg eins og reynslan sýnir. Það er búið að margræða þetta að það þurfa að standa betur af þessum málum, kynningamálunum, ekki bara að senda bréf og segja þetta er svona. Það er að lágmarki að hafa greinargerð með sem útskýrir málið frá fleiri hliðum og albest er að fara að tala við fólki, þá er þessi mál aldrei vandamál. Og að þessu sögðu þá... Tíminn er naumur, það er ekki hægt að láta eina persónu mónulógi. Forseti stjórnar fundi. Ég mun því í ljósi þessa... Ég ætla bara að segja ykkur, forseti stjórnar þessum fundi
Aðrir verða að vera þögulir á meðan að ræðumaður er að ljúka málu sínu. Takk fyrir. Ég mun því ekki greiða þessari fyrirliggjandi tillögu atkvæði mitt á grundvelli þess sem ég hef hér sagt. Takk. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir. Já, forseti, mér langar til þess að byrja á því að gera grein fyrir því að við sitjum hér saman á fundi, Laugarbakka, Gísli Gunnarsson, Þurri, Vopnafirði, Axel, Bryndís Malla, Guðrún Karlsdóttir og Kristján Björnsson. Bara svo því sé haldið til haga og þá ætla ég bara að vera stuttorð og gera grein fyrir mínu atkvæði. Ég mun ekki greiða þessu máli atkvæði. Ég skil tilfinningarna sem liggja þarna bakvið en vegna fjárhagsstöðu kirkjunnar þá er ótækt að setja hálf laun inn í þetta mál. Það gæti svo sem verið að það væri svo sem kannski ekki háa skaðabætur en þetta er ekki stefnubreyting. Þetta er sama stefna en það verður að breyta tímasetningu og það hefur ekkert komið frá prestunum, það hefur ekkert komið frá prófasti og þessi breyting fjallar aðallega breytingu á starfsskipan prestana. Og ég skil að forsætisnefnd og biskup Íslands séu í erfiðri stöðu þegar þá mögulega símtöl og svona bréf, en þá segi ég kirkjuþing er til þess að hjálpa til við það að taka erfiðar ákvarðanir. Þetta er ein af þeim held ég og já, það er þannig ég því miður get ekki greitt þessu máli atkvæði mitt. Til máls tekur Hermann Ragnar Jónsson. Forseti, þetta mál virðist ganga þvert á það sem við höfum áður rætt á kirkjuþingi. Við erum búin að samþykkja þetta mál áður og þetta gengur líka þvert á það sem við höfum rætt í fjárhagsnefnd. Við höfum að draga saman seglin í fjárhagnum, samt erum við með fjárvöntun upp á einhverja 180 milljónir og því miður get ég ekki stutt þetta mál. Takk. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs? Svo er ekki, þannig að þá er umræðu lokið. Þetta að fá að segja eitt orð. Já, Axel, gjörðu svo vel. Endilega gefið þið merki ef þið viljið fá að taka til máls. Forseti, ég vil nota tækifæri til þess að ítreka það við kirkjuþing að kirkjuþing tekur sínar ákvarðanir og fyrir marga getur það orkað svo sem tvímælis hvað ákveðið er en við höfum ferla og við höfum samtöl á kirkjuþingi og þetta er svo niðurstaða sem við komumst á síðasta kirkjuþingi og við eigum ekki að láta í raun og veru bréf ráða því hvað kirkjuþing gerir. Þetta er búið að taka langan tíma og ég veit að Sólveig Lára var á héraðsfundi hérna fyrir nokkrum árum þar sem hún kynnti til dæmis þessa tillögu. Við eigum að reyna að vera samkvæm okkur sjálfum. Við ákváðum að gera þetta og mér finnst að það er að standa svo ákvörðun, þessi breyting og mér finnst líka að við ættum að nota tímann til þess að tala örfá orð þá ályktun sem löggjafarnefnd var einróma held ég að vísa því til þeirra sem það fjalla að fresta þessari auglýsingu vígslubiskups kjörsins á Hólum. Og það er líka til þess að vera samkvæmur sjálfum sér því sem að þú segir og gerir á kirkjuþingi. Þannig ég ætla að segja leyfi þessari tillögu og læti þar við sitja. Forseti vill bara geta þess að málið var ekki gallalaust og þess vegna er verið að leggja til að það sé breyting á gildistökunni. Þetta er eina máli sem er til umræðu hér, önnur máli er ekki til umræðu á þessu kirkjuþingi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnlaugur Garðarsson tekur til máls. Hér er engin talsmaður í umræðunni þeirra sem kvörtuðu og fram hefur komið hjá forseta að það voru gallar á vinnubröðunum og það er mjög mikilvægt að ef einhverjum sem við af umbjóðendum okkar er misboðið
að þá er það aurana virði að reyna að færa mál til betri vegar og þess vegna er þessi fundur haldinn. Vígslubiskuppsmálið er allt annað mál og kallar á alveg sérstaka umræðu. Það er að ræða skerðingu þjónustu í Húnavatnssýslu. Það var ekki kynnt hjá Sólveigu á héraðsfundinum skils mér, heldur fyrst og fremst sameiningarhugmynd. Og að þetta séu lítil prestaköll, það verður að hafa í huga að þau eru viðamikil. Umdæmin eru stór og það er ekki bara höfðatölu viðmið sem að eiga að gilda þegar kirkjuþing reiknar sín dæmi. Takk fyrir. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir og eftir henni Steindór Haraldsson. Já, forseti. Ég ætlaði bara aðeins að bregðast við að það var náttúrulega löggjafarnefnd sem ákvað í meðferð sinni á málinu upphaflega að leggja til sameiningu allra 4 prestakallara en ekki bara Melstaðar og Breiðabólstaðar eins og upphaflega tillagan var. Ef það ætti að koma til móts við bæði sjónarmið heimamanna og fjárhagsleg sjónarmið kirkjunnar, að þá væri hægt að stíga 1 skref tilbaka og sameina Melstað og Breiðabólstað 1. maí og láta síðan heildarsameininguna ganga í gegn 1. janúar. Þá náðist fram sparnaðurinn sem er á bakvið sameininguna og ferlið heldur áfram og fólk fær aðeins tíma til þess að undirbúa sig. Bara aðeins til árétta það, þá getum við það ekki, máli var afgreitt eins og það er. Við getum ekki stigið neitt tilbaka og það er ekki í boði, en það er kirkjuþings í haust. Það getur komið með þær tillögur sem að þeir sem að þar verða vilja koma með. En til málsteg, varstu þá búin, Hildur? Það er náttúrulega ein umræða lokar á það að komi fram breytingatillaga í rauninni með... Nei, það yrði algjör nýtt mál. Við verðum bara vera vanda okkur og við verðum, það er bara þetta eina mál sem er til umræðu. Þetta er í einni umræðu, það koma enga breytingatillögu við það er annarkvort að samþykkja eða synja því og þannig verðum við að vinna. Við getum ekki hlaupið til fram og tilbaka, við verðum líka að hafa það í huga, við verðum að fara eftir starfsreglum en ekki að breyta þeim bara eins og okkur sýnist hvernig vindurinn blæs og þess vegna er þetta að forsætisnefnd leggur þetta svona fram. En til máls tekur Steindór Runubögg Haraldsson. Já, komið þið sæl. Ég ætla að byrja á því að þakka forsætisnefnd fyrir að hafa tekið þetta mál fyrir og forsætisnefnd er sammála það að það beri að fara að reglum og það séum ekki allir sem hér tala. En ég ætla nú ekki að hafa neinn stór orð þetta, og ekki að fara inn að gagnrýni. Ég ætla hins vegar að segja aðeins eitt að sem ekki hefur komið hér fram, að það kom til þess að fara yfir málið og það kom kynningarbréf í ágúst, síðast í ágústi fyrir haust þessa stóru sameiningu. Því var hafnað, síðan samþykkti biskupafundur og við fengum upplýsingar það að biskupafundar hafði samþykkt að draga þá tillögu tilbaka og leggja hana ekki fram. Þar með var ekki haldinn neinn fundur það og ekki rætt það frekar þessa stóru sameiningu sem síðan var samþykkt og framlögð að meirihluta löggjafarnefndar. Þannig að það átti engin von á þessu þar sem að þetta hafði verið dregið tilbaka og þar að reyndi hvorki kynnt á héraðsfundi í umræðum
sókna og safnaða hér. Þannig að meiri þú breytingatillaga sem kom frá löggjafarnefnd var hreinlega óþingtæk að mínu mati og löggjafarnefnd gerði þarna stór mistök að mínu mati að það var ekki metið að þetta er svo breytingin er svo stór, hún fer langt út fyrir það þann ramma sem að upphaflega tilmenningin upphaflega til að var. Þetta er mín skoðun og margra annarra. Varðandi kynningu frá Sólveigu Láru, þá er það kynnt á héraðsfundi hjá okkur að það standi til að svo stefna sig uppi að stækka prestaköll í landinu. Og við mögum alveg búast við því að það gæti vorið, það var verið að kynna stefnu, ekki mál. Það var ekkert mál komið fram þá. Og Sólveig Lára sagði, við ætlum að fara í þetta, en við ætlum ekki að fækka hjá okkur prestunum. Og þetta er það sem fólkið var með. Þetta eru skilaboðin sem fólkið var með. Og svo snerist þetta allt saman við og ég ætla ekki að gagnrýna það eða fara út í það hvort þetta er réttlátt eða ranglátt, það er allt annað mál. Ég held að samt sem áður að við getum ekki leyft okkur það sem kirkjuþing að afgreiða mál á þinginu, svona stór mál eins og þetta, sem að varða verulega tilfinningar fólks í landinu og þá ekki að vera með svona lítilsvinningu á það. Og það að minni við og ég held að margir hafa nú sagt að það sé betra að gefa málum aðeins meiri tíma. Þetta mál er síðasta mál sem kom fram á kjörtímabilinu. Það var dregið svo langt, það er nánast ekki vegur að undirbúa sig eða vinna að málum fyrir en eftir að vera búið að samþykkja þetta. Það fara alveg ofan í kjölinn á því og það er alveg sama hvort að mál eru rétt eða röng. Þau eiga að fá rétta umfjöllun og við eigum að fara að starfsreglum. Og það skiptir engu máli þó að það sé alveg 100% öruggt að keyra á 100 km hraða. Það eru 90 sem er hámark. Og það er ekki hægt að færa rök fyrir því og segja að það sé bara hægt að keyra á 100 km hraða að það sé alveg öruggt. Annarkvöld eru lög til þess að, eða reglur til þess að fara eftir þeim eða ekki. Það er ekkert þar á milli. Það er hvergi tilgangur sem helgar með það. Ég ætla ekki að fara nánar út í þetta, ég er bara ánægður með að þetta skuli hafa verið komið aftur upp hérna og ætla ekki að lýsa því neitt frekar hvað kann að vera í framtíðinni, ég veit ekkert um það. Og ég ætla bara að þakka okkur fyrir og ég vona að þið eigið bara gott sumar og það haldi áfram að verða gott veður eins og verið hefur. Og lýsi sérstaklega ánægju minni á því að vera komin á nagladekk. Ég þakka fyrir. Ég er komin á nagladekk, ég þakka fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðið þá lokið til þess að geta samþykkt þessa tillögu að starfsreglum við breyting á starfsreglum í skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel að gefa merki og ég ætla að biðja Örnu að telja þá sem eru með henni í herbergi. Setiði gulu hendinu. Ég veit það, setiði gulu hendina upp þegar þið kjósið. Og Arna gefur mér upp töluna hjá henni. Það er einn hérna með. Endilega setið ykkur á mynd og gefiði merki. Einar Már Berglind.
eru ekki í mynd. Nei, Berglind er ekki með atkvæðisrétt, hún þarf ekki. Ég finn ekki þessa gulu hönd. Nei, það er þarna punktur sem heitir reactions. Reactions. Það er neðst eða efst hjá þér. Réttið bara upp hendina, við skulum ekkert vera að flækja þetta og gulu þeir sem geta og þá ætla ég að biðja Hermann og Guðmund að telja. Já, Drífa, það er eitt atkvæði hérna. Það er eitt atkvæði hjá ykkur. Þú að taka það niður. Já. Það er atkvæði þarna. Bara til að segja ykkur það, þá hefur forseti atkvæðisrétt en hefur kosið það að kjósa ekki ályktanir eða tillögur á kirkjuþingi. Já, einmitt. 3, 4, 5, 6. 7, svo verður bara... Og hreinn er hérna. Nei, það er fleiri. Það er Gísli Gunnarsson, það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og 9 og 10 þarna og með 10 í prestastefnu. Já. Nei, það er ekki allir. Já. Það er einn þar. Já. En byrju það voru... Það er kannski bara best að spyrja núna hverjir eru á móti málinu. Það er kannski bara líka til að finna út. Já, það var nafnlega gall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bara setja upp hönd líka. Setja upp hönd líka. 2, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Við þurfum að telja hér. Hvað er þið mörg á móti? Þetta er fallið. 1, 2, 3, 4 hér á móti. Er 8 á móti? Hvað segir þú? Fyrirgefðu, ég held að einhverju sé að greiða atkvæði bæði með og móti, þannig að ég hafi ekki tekið hendi. Guðlaugur, þú ert að greiða atkvæði. Á móti? Ég held að sé best að vera bara með nafnakall. Og hérna, Svana Helén er ekki mætt. Þá er það Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, segir nei. Kolbrún Baldursdóttir er ekki. Þorkell Hreiðarsson er ekki. Margrét Eggertsdóttir. Já. Hreiðar Örn Stefánsson. Nei. Stefán Tortasen er ekki. Guðlaugur Óskarsson segir já. Árný Herbertsdóttir segir... Hún segir já. Steindór Runeberg Haraldsson segir... Já. Hermann Ragnar Jónsson segir... Nei. Stefán Magnússon segir... Nei. Einar Már Sigurðarsson segir... Greiðir ekki atkvæði. Greiðir ekki atkvæði. Ég ætla að brjóta venju mína og ég ætla að greiða atkvæði núna. Drífa Hjartardóttir segir já. Anni Ingimarsdóttir. Já. Hreinn Hákonarsson. Já. Arna Gretarsdóttir. Nei. Bryndís Malla. Sitt já. Segir já. Nei, situr hjá. Situr hjá. Gísli Jónasson. Já. Guðrún Karls Helgudóttir. Nei. Skúli Ólafsson.
Nei. Axel Árnason, Nei. Hildur Inga Rúnarsdóttir Nei. og Guðbjörg Arnardóttir. Guðbjörg. Mute. Guðbjörg segir nei. Hún segir ekki neitt. Hún er mjút. Mér sýni hérna, er það ekki rétt, Guðbjörg, les ég ekki rétt að þú segir nei? Já, hún segir nei. Hún átti að segja já þarna. Hún er komin á tjatti líka, menn nei. Já, Gísli Gunnarsson, Já. Þuríður Björg Víum, Nei. Gunnlaugur Garðarsson, Gunnlaugur Garðarsson. Já. já. Aðrir eru ekki með kosningarétt, þannig að þá er bara hefst talningin. Byrja já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hérna, 8, 9 og 10. Það eru 10. 10 já. Og nei. Eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11. Já, atkvæði hafa fallið þannig að 10 segir já, 11 segja nei, þannig að málið er fellt. Og þá tekur þetta gildi 1. maí og þá er okkar vinnu lokið hér í dag. En forseti bara vill ítreka það að taldi það rétt að gefa kost á því að skoða máli betur. En nú hefur þingið sagt sína skoðun og hefur þá samþykkt það að þetta verði gildistaka 1. maí. Varðúðin hafði betur. Já, fleira liggur ekki fyrir þessu fundi og er þá þessu auka kirkjuþingi lokið. Þakka ykkur fyrir að mæta svona vel og bestu kveðjur á prestastefnu og bara gleðilegt sumar. Takk fyrir. Fundi kirkjuþingi er slitið.